Í þessu myndbandi kynni ég umræðu í Feedback Fruits. Hér sýnt frá sjónarhorni nemanda. Umræðinni skipt upp í nokkur skref. Fyrsta skrefið inngangur kennarans, til dæmis markmið umræðunar, lágmarksfjölda á innleggjum og svo framvegis. Þetta hóp umræða og þess vegna koma fram nöfn hópfélaga nemandans hér fyrir neðan. Í skrefi 2 á nemandinn að skrá innlegg málefnið sem til umræðu. Í þriðja skrefinu fer fram hinn eiginlega umræða og þar sér nemandinn á þessu stigi eingöngu byrjunarinnlegg nemenda í eigin hópi. Í þessari umræðu við kennari sett upp fjórða skrefið sem felst í ígrundun. Einkunnir birtast svo í neðsta reitnum. Með því að smetla á gráa progress-knappinn kemur fram hve mörg innlegg ætlast til að nemandi skili. Þetta eru innlegg sem þarf að skila áður en eiginleg umræða hefst. Það kemur fram skilafrestur á skráningu þessara innleggja. Nemandi skráir innleggi umræðuna og getur tekið upp hljóð, myndband eða látið viðhengi fylgja. Með því að fara í 3-punktinn getur nemandinn breytt eða eytt innlegginu sínu. Það kemur fram að nemandinn hefur nú lokið hluta 2. Leið og skilafresti lýkur í skrefi 2 fá nemendur aðganga umræðunni í skrefi 3. Í þessari umræðu á nemandinn að ræða innlegg frá nemendum sem í öðrum hópi. Þegar smeltir á progress-knappinn hér þá sést að nemandinn á að svara innleggjum 2 samnemenda og taka þátt í opnum umræðum. Nemandinn smellir á start, discussing. Málefni sem til umræðu kemur fram hér efst. Fyrir neðan koma fram innlegg sem ætlast til að nemandinn svari. Það opnast panel hægra megin þar sem nemandinn skráir innleggi sitt. Hún getur líka tekið upp eða látið viðhengi fylgja með. Framvinda nemandans fyrir þetta komin í 50% en nemandinn þarf að svara báðum innleggjum gervimanns 1. Nemandinn á í þessu tilviki að bregðast við innleggjum 2 samnemenda en kerfið hefur ennþá ekki útlit á honum öðrum nemanda. Með því að smetla á look for a peer getur nemandinn prófað að flýta fyrir því og fær hér upp gervimann Ameríku. Það hefur greinilega annar nemandi þegar svarað þessu sama innleggi. Nemandinn smellir á scroll to all posts til að skoða umræðuna nánar og taka þátt í opnum umræðum allra hópa. Að lokum smellir nemandinn á done-knappinn. Á yfirlitssíðunni getur nemandinn fylgst með framvindu sinni og gengi úr skugga hvort einhverju enn ólokið. Hún getur áfram tekið þátt í umræðinu þar til skilafresti lokið. Hér hefur nemandinn lokið öllu sem var krafist og nemandinn fær fulla einkunn fyrir þau atriði sem honum við skilað. Í bjöllunni hér efst til hægri koma fram allskyns tilkynningar varðandi umræðuna, til dæmis hvort fæslum hafi verið svarað eða hvort hafi verið líkað við fæslur. Kennarinn getur fylgst með þáttöku nemenda. Hér kemur fram að gervimaður Grænland hefur þegar tekið þátt í umræðunni og skrifað 4 innlegg og að allir hafa skrifað innleggin 2 sem átt að byrja á. Kennarinn getur líka tekið þátt og verið virkur í umræðunni. Einkunnarhlutinn gefur líka gott yfirliti við þáttöku þar sem nemandi fær einkunnum leið og hann lýkur við atriði. Í aftasta dálkinu getur kennarinn gefið stig til hækkunar eða lækkunar á einkunn nemanda. Þetta það helsta umræðu í Feedback Fruits. Takk fyrir.